Allir þættir samstæðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Komið sæl og blessuð. Þið kannski tókuð eftir því fyrir svona 3 vikum að fyrirverandi þingkona hér í þessu landi, snaggaraleg þingkona sem mætti hér að rauðaborðinu í fyrra sumar og ræddi við mig áfengismenning og alþingi, vakti mjög mikla athygli, var fyrsta frétt eiginlega á öllum fjölmiðlum landsins. Svo nokkuð sé nefnt, ýmislegt annað mætti telja til. Að þessi þingkona, hún skrifaði yfirlýsingu á Facebook þar sem að hún sagði sig úr flokknum og hún svona lýsti því að henni bara hefði ekki liðið alveg nógu vel, það var komið tímamót en manni fannst samt vanta svona sitthvað í þessa yfirlýsingu. Hún sagði að 1. maí síðastliðinn hefði hún hringt í Svandísi Svavarsdóttur, formann VG, og þá farið hún að vita hvað þingkonu að tala fyrirverandi og tjáðinni að hún ætti ekki lengur samleið með hreyfingunni. Þannig hófust þessi skilaboð. Hún ræði líka spillingu í þessari yfirlýsingu. Hún fór í einhver viðtöl en þetta svona eina af þessum yfirlýsingum þar sem vönum blaðahundi fjölmiðlamanni eins og mér finnst að það sé eitthvað ósagt og ég ætla að reyna að fá hana til þess að segja okkur aðeins nánar af því ef það er rétt tilfinning. Vertu velkomin til okkar Jódís Skúladóttir, sæl blessuð. Takk, sæl. Þetta hefur væntanlega verið erfið ákvörðun þegar þú sleist böndin við VG og hafðir samband við Svandísi og sagðir þig úr flokki sem að þú hafðir trúað á, lifað og barist fyrir, ekki satt. Jú, vissulega og alls ekki tekin í einhverju bríaríi eða einhverju skyndi ákvörðun. Þetta er auðvitað, ég hef nú alltaf verið vinstra megin í pólitík en hafði engin afskipti af stjórnmálum fyrir en bara í sameiningu Múlaþings. Þá býð ég mig fram og er boðið oddvitasæti þar fyrir VG og VG býður þar hreint fram í fyrsta skipti að minnst kosti á Fljótsdalshéraði og Og það er ekkert langt síðan? Nei, var það ekki 2020, 2021. Þannig að þinn pólitíski ferill er eitthvað stutt. Já, hann er mjög stuttur og en fram að því hafði ég nú kosið VG og hjarta slegið þar og mín trú er svo að ég er einhvern veginn ekki í stjórnmálahreyfingu að því að amma og afi voru þar eða að því að þessi er formaður eða hinn er frábær. Það eru þetta fyrst og fremst stefnumál hvers flokks sem að maður tengir við. Ég er alin upp í þannig umhverfi og þannig fjölskyldu að til dæmis sjálfbærni var gríðarlega mikilvæg og ég er alin upp við, faðir minn var mikill veiðimaður, bæði til fugla, hreindýra, fór á sjó og veitum í vötnum og ám. Við unnum allt heima, það var hver einasti hlutur nýttur. Við vorum í eggjatöku, við vorum í háfuðum lunda, ég bara get ekki einu sinni talið allt upp í þessu. Við ræktuðum kartöflur, grænmeti, við gerðum sultur og saft og þetta er rosa mikið í mínu eðli að vera eitt með íslenskri náttúru sem er alveg ótrúlega gjöful og okkar besta asset okkar Íslendinga. Og vitaskuld þegar ég fer svo að komast til vits og ára og fer að horfa inn í pólitíska litróf að þá var það nú frekar borðleggjandi hvar náttúruverndin átti heima þar. Sem vantar svolítið á alþingi í dag. Já, algjörlega og annað er það að eins og hefur nú alveg komið fram í fjölmiðlum að þá er ég þolandi ofbeldis og ég er alin upp í svona kalla heimi þar sem að kynja bara ójafnvægið er hrópandi og þá er ég ekki endilega að tala mína nánustu fjölskyldu, ég er bara að tala samfélagið sem við búum í og ég er mjög ung þegar
það fer að brjótast í mér eitthvað svona reiði og bara ég get ekki sætt mig við það að vera 13 ára í úlingavinnunni og ég stór og stæðileg og sterk stelpa og ég látin sópa og raka og strákarnir sem ná mér ekki í öxl eru á vélunum. Þeir mega slá eitthvað. Þar byrjar mín femíníska barátta, sko. Við kallum það réttlætiskennd. Við kallum þetta kannski réttlætiskennd, en aftur, hvert horfi ég í hinu pólitíska litrófi þegar ég, svona mitt femíníska hjarta, bara allt í mér, í sál og líkama hafnar því að við lítum fram hjá kynbundnu ofbeldi, kynbundnum launamun, bara öllu því sem að samfélagið okkar síðustu áratugi og alla tíð hreint hefur einhvern veginn haldið konum niðri. Jú, það sérstaklega tekið á því í stefnu VG. Og hafður fylgst með fyrirgeðu ég gríp inn í en hafður fylgst með Katrínu Jakobsdóttur svona úr fjarska með aðdáun eða? Já, ég gerði það. Ég er alltaf hennar tími var náttúrulega, hennar ljós skein mjög skært, hún var gríðarlega öflug fyrirmynd. Ég hef þetta fylgst með stjórnmálum alveg frá því ég var bara krakki og það var mikil pólitík rædd á mínu heimili, amma og afi voru svona beggja vegna, það var framsóknarfólk og það var sjálfstæðisfólk og það var vinstrafólk og það var alls konar og þannig að maður fylgdist með og ég er nú svona á 50-aldri og í minni æsku og úlingsárum þá erum við að horfa á Davíð Oddsson og Ólaf Ragnar og Jón Baldvin og þetta eru kapparnir og það var oft tekist á yfir britsinum á mínu heimili þegar ég var barn en síðan það annað sem að ég verð að fá að nefna og það friðarstefna VG sem að talar beint til míns hjarta og kannski held ég að við séum öll friðarsinnar að flestu leyti. Ég held að það séu ótrúlega fáir sem að finnast stríð vera góð hugmynd að einhvers konar árangri en þó alltaf fleiri og fleiri virðist vera í dag. En mér langar að nefna afabróður minn sérstaklega sem nú vill nú svo skemmtilega til að var faðir Líneikar Önnu í Framsóknarflokknum, við erum náfrængur en ég var í sveit hjá Sævari heitnum í Rauðholti. Hann var mikill friðarsinni og talaði fyrst í mín eyru Palestínu. Og þarna ég bara barn og þarna hann að tala þessi átök þarna og þetta mótar mig líka og aftur þegar ég fer að horfa inn í pólitíkina þá er stefna Vinstri grænna algjörlega skýr þegar það kemur að friðarstefnu. VG talar fyrir og hefur margoft lagt fram frumvörp alls konar bann við kjarnavopnum og ýmislegt og þannig að þegar allt var samantekið þá voru það þessir punktar sem eru bara í mínu æðakerfi, í mínu taugakerfi og mínu sálarkerfi. Þeir rúmast einhvern veginn inn í stefnu VG. Og þegar þið farið svo í stjórnarsamstarf með sjálfstæðismönnum og framsóknarmönnum, líður þá eins og að kjarni stefnunar, grunnstefin, að það fari ekki lengur saman hljóð og mynd? Ég fyrra kjörtímabilið og ég nú svolítið, það eru alls ekki allir sammála mér og ég tek það fram að ég eingöngu hér til að tala mína sýn og mína skoðanir og ég ekki að tala fyrir hönd nokkurs annars en sjálfar mín. Ég var bjartsýn á fyrra kjörtímabili og það var ýmislegt sem að flaug eins og í kosningabaráttunni þá bara fólk hugsa ekki bara flott að sjálfstæðisflokkurinn hann kann á peningana og hefur aðgengið og það og svo kemur VG hinum megin og passar upp á lítilmagnan og öll þau málefni. Andstæðan mætist. Já, andstæðan mætist og Framsókn svona eins og Framsókn bara
svona duggar þægilegt borgarlegt fólk já, í þægilegum líknum sjór svona fyrir miðju eitthvað en vissulega það skrítin tilfinning að fara í eina sæng með sérstaklega Sjálfstæðisflokknum og en ég hafði trú á því og þetta eru auðvitað mjög sérstakir tímar, það eru mikil eldsumbrot, það eru COVID, það svo margt í gangi og ég verð að fá að nefna það sérstaklega að mér fannst Svandís Svavarsdóttir alveg afburða góð í heilbrigðisráðuneytinu á þeim tíma og sama má segja Katrínu sem að leiddi auðvitað þetta samstarf og það held ég hafi verið sko það það voru margir sem að sögðu sig úr hreyfingunni sem sögðu hér var farið yfir línu það farið í eina sæng með íhaldinu takk fyrir mig og bless en svo voru það hinn sem hugsuðu við erum að vinna hérna með stærsta stjórnmálaflokki, við erum að komast til valda til að ryðja braut fyrir okkar stefnumál og við erum með einn öflugustu stjórnmálamannesku okkar tíma í öndvegi. Skörungs sem nýtur vinsælda langt umfram flokksfylgið. Gríðarlegt persónulegt fylgi og ríkisstjórnin hafði mjög mikinn stuðning undir hennar forystu framan af. Síðan koma kosningar og þá ég efins áframhaldandi samstarf. En þá ég líka ný á þingi eftir skelfilega mislukkaðar kosningar, hvar allt var mjög óráðið. Ég fékk ekki mitt kjörbréf fyrir ég man ekki hversu mörgum vikum eða mánuðum eftir kosningar manstu. Það var þarna alveg rétt. Borgarnesklúðrið fræga. Já. Þannig að þetta var allt einhvern veginn svo óljóst og það tók alveg gríðarlega langan tíma að gera stjórnarsáttmála og svona kosningastemningin löngu farin já og bara einhvern veginn setið og allir einhvern veginn prúðbúnir að bíða þú veist hvað kemur út úr þessu þetta var svolítið óþægilegt og ég nú kannski ekki í dag en lengi vel með svona eitthvað imposter syndrom að þú veist ég var svona ég raunverulega rétt á þessu sæti ef þetta allt í einhverju rugli og talningin vitlaus og hvað gerist ef það kosið aftur þannig að ég fann mig ekki einhvern veginn heila í þessu fyrir en bara þarna þegar þessu máli í rauninni lauk sko. Getur við orðað þannig að þú hafi verið meðvituð þann ágalla að alþingismenn væru sjálfur að hræra í eigin fullkomlega, algjörlega fullkomlega og það við höfum nú rætt það aðeins að það ótrúlega áhugavert að horfa til Alþingis Íslendinga og sjá annars vegar ótrúlega fallegar dýrmætar hefðir sem að í raun skilgreina okkur sem þjóð og okkar þingræði annars vegar og hins vegar einhverja dellu sem ætti löngu að vera búið að laga og breyta og það kemur niður á til dæmis vinnustaðamenningu Alþingis og heldur okkur einhvern veginn í fjötrum gamallar úreldrar pólitíkur að mínum mati. Skýrðu þetta aðeins betur fyrir okkur. Hvað áttu við með vinnustaðamenningu Alþingis? Af hverju hún vond, segir? Það margt gott og þingið líklega besti vinnustaður sem ég vunnið á. Þar sko valinn maður í hverju rúmi þegar kemur af starfsfólki Alþingis, það alveg sama hvort að það einhver sem vinnur upp í eldhúsi eða hvort það eru þingverðir eða bílstjóri, þetta yndislegt umhverfi að vinna í. Og það kannski birtist ekki alltaf á skjám landsmanna hversu góður og yndislegur vinnustaður Alþingi Íslands En þegar ég tala gamla og súra menningu, ég myndist hérna áðan á sko Davíð Oddsson og Ólaf Ragnar og eitthvað sem var svona í minni æsku. Það liðin 40 ár, en að mínu mati svo margt sem hefur haldist svo lengi
sem er þinginu til trafala, sem er þinginu ekki til framdráttar, sem er ekki lýðræðinu til framdráttar og ég bara svo ég nefni eitt dæmi, þá þetta auðvitað pólitískt umhverfi og það fungerandi að allir að hlaupa á eftir bitlingum, flokkar að passa upp á sinn hatt og innan flokka svo barist hver í flokknum fær bestu sneiðina og eitthvað. Og í þessu umhverfi, hvar þá hugsunin heyrðu, hvernig lýðræðislega best að ákvarða einhverja hluti? Og mér langar að nefna sérstaklega eitt dæmi sem að ég gagnrýndi alla mína setu á þingi og ég gerði það bæði í ræðustól Alþingis, ég gerði það sem varaforseti inn í forsætisnefnd og inn í mínum þingflokki, að það fullkomlega óeðlilegt þegar verið að raða í upphafi kjörtímabils á garðan og það verið að tilnefna formenn fastanefnda. Fastanefndir eru tannhjól þingsins. Það þangað sem að málin koma, það þar sem að þau eru unnin, það þangað sem að gestir koma sem að hafa skrifað umsagnir og það þar sem að vinnan eitthvert mál sem að hugsanlega og oftast nær að verða að lögum sem að allir þegnar landsins þurfa að lúta. Og þá fáum við eitthvað formann sem úr einhverjum stjórnarflokki og það bara yfirleitt öndvegisfólk sem að sinnir sínum hlutverkum vel en samhliða þessum sömu einstaklingum ítrekað og mjög oft úthlutað hlutverkum í utanríkis þætti Alþingis. Við með alþjóðanefndir og þessu alþjóðastarfi þar vissulega að sinna en hversu galið það þegar þú til dæmis segjum bara með allsherjar- og menntamálanefnd, þú með formann sem að með stórt hlutverk í alþjóðastarfinu og kemst ekki hjá því að mæta á fundi erlendis jafnvel að stýra þar einhverju starfi og á meðan viðkomandi fjarri, þá mallar nefndin, við að taka ákvörðun, við að afgreiða mál út úr nefndum, við að taka inn gríðarlega mikilvæga gesti og formaður nefndarinnar bara ekki á staðan. Þetta eitt af því sem að ég skil ekki og sem að kemur til af þessu hierarkíi, af þessu bitlinga, samninga, rugli sem ekki lýðræðinu eða málefnunum til nokkurs brautargengis. Getur nefnt einhver nöfn í þessu samhengi? Ég veit ekki hvort það skilar neina, af því ég fyrst og fremst að gagnrýna kerfið, en ég get alveg nefnt mín góða vinkonu og ég ekki að gagnrýna einstaklingana, af því að ég að gagnrýna kerfið, að þetta sló mig mjög illa þegar ég var í allsherjar- og menntamálanefnd. Bryndís Haraldsdóttir Sjálfstæðisflokki var formaður en hún var að sama tíma að taka við einhverju stóru embætti í alþjóðastarfi sem ég man ekki akkurat núna hvað var en það þýddi það að hún var fjarverandi, við vorum með gríðal, við vorum með stór mál vörðuðu lögregluna, við vorum með útlendingamálin, mál sem að kljúfa þjóðina og mér finnst bara þetta finnst mér vanvirðing við okkar lýðræði í rauninni og þetta nú kannski bara svona eitt dæmi af mörgum en þegar það kemur að þessu þá finnst mér líka mjög óeðlilegt innan flokka að þú með eitthvert óskrifað reglukerfi hvernig þetta gengur fyrir sig þannig að bara sá sem búinn að sitja lengi hann á þá bara rétt á einhverju sæti eða einhverju embætti eða eitthvað algjörlega óháð því hvar hans áhugasvið liggur, hvar reynsla hans liggur eða geta
þetta? Já, sko, Hugsaði það? Og hve oft hefur maður ekki spurt sig út í það hvernig einstaklingar fá úthlutað ráðherra embættum stundum algjörlega þvert á þeirra sérsvið. Og maður veltir í fyrir sér sko, þarf ekki sérhæfða þekkingu, eru bæði þingmenn í embættum og ráðherrar, þetta bara svona, getur hver sem verið í þessari stöðu þekkingarlaust, þetta bara spurningum? Það nefnilega, þá komum við inn á næsta stig þess sem að algjörlega gerði mig sko, ég var bara hálf miður mín þegar ég fór að einhvern veginn að skilja þetta betur og ef svarið við spurningunni þinni virðist vera já, það getur hver sem verið ráðherra. Reynsla, þekking, menntun getur ekki skipt þar neinum máli. Þetta eitur í beinum almennings. Að sjálfsögðu, en þá komum við aftur að því, við höfum auðvitað ráðuneytin sem eru öflug, fjöldi manns, löglærðir, þar erum við með sérfræðingana, þar erum við með allt, en býtum nú við. Hverjir í ráðuneytunum? Hverjir hafa komist þar á garðan eftir áratuga setu valdaflokkana að þú tekur þá eitthvað náttúruverndar og setur hann í umhverfisráðuneyti, þú tekur eitthvað og setur hann í eitthvað ráðuneyti. Ég ætla að fá að hrósa Guðmundi Inga fyrir setu hans í umhverfisráðuneytinu því að þar lét hann svo sannarlega til sín taka og ég var mjög stolt af okkar ráðherrum á fyrra kjörtímabili að sko friðlýsingar og bara baráttan fyrir hálendisþjóðgarði sem að sko Framsóknarflokkur og Sjálfstæðisflokkur algjörlega stungu okkur í bakið og það var nóg til þess að það hefði aldrei átt að íhuga að fara í samstarf á seinna tímabili en var hann í stjórnarsáttmála fyrri ríkisstjórn? Já. Það var bara þannig? Það var bara þannig. Algjör svik? Fullkomin svik og mér er svolítið fyndið að því að nú er svolítið auglýst af stórútgerðinni, nú er náttúrulega mikið umtala nýtt frumvarp matvælaráðherra auðlindagjald og annað og nú er stórútgerðin hætt að flytja inn fræga alheimsleikara og bara sjálffarin að gera þetta. Já, og Heiðrún er bara með mjög einlæga tölu í auglýsingum og Grátkórinn hinn nýi. Heiðarlega sagt þá fellur mér þessi aðferðafræði, ég er algjörlega ósammálenni og ég óska þess af öllu hjarta að þetta frumvarp ná fram að ganga. Ég er þar, ég hefði stutt það ef ég sæti á þingi en ég kann að meta það að hún kemur þó bara til dyrana eins og hún er klædd og segir bara heiðarlega og er að berjast fyrir sínum hagsmunum og það er auðvitað miklu heiðarlegra heldur en þetta fíblalega útspil með þessa leikara, þetta var náttúrulega bara alveg galið. Þetta verður svona að sundraði með eitthvað innan frá. Já, ég held að það hljóta að vera en ég misti aðeins stráðinn. Við vorum að tala um þetta frumvarp. Já, þú varst að tala um að það var eitthvað sem hefði leyst annað af. Já. En ég veit ekki hvað ætlaði að segja. Nei, ég veit ekki heldur. En við vorum allavega að ræða um ráðuneytin og þessa fagmennsku og eitur í beinum almennings. Þegar það kemur fram á síðara kjörtímabil, þá eru fyrstu sem að fór mjög fyrir brjóstið á mjög mörgum í okkar hreyfingu var það og það var sagt að við gáfum eftir umhverfisráðuneytið sem eru auðvitað okkar hjarta og okkar kjarni. Og ekki bara það, sko, Gulli tekur við bæði sem umhverfis og orkumálar. Já, ég meina þetta var... Ég er ekki ennþá búin að koma því inn í... Heim og saman? Nei, heim og saman. Nei. Þetta er einhver barbabrella að reyna að selja þjóðina, þetta sé bara fínt. Já, og barbabrellan snýst auðvitað stöðuga umræðu orkuskort og að það þurfa að virkja, sko. Og eftir spurn og annað, en það var erfitt fyrir þig að vera að veita. Já, það var það en ég studdi Katrínu og ég treysti Katrínu í blindni
kannski. Ég vil ekki segja blindni. Ég til dæmis keypti þau rök sem að voru borin fram fyrir félagana á fundi að við vorum auðvitað búin að gera mjög góða hluti í umhverfisráðuneytinu og tækifæri til náttúruverndar og umbyltingar í umhverfismálum fælust í öðrum ráðuneytum. Eins og til dæmis matvælaráðuneytinu að þar eru við að horfa á orkuskipti í það eru hafnirnar og skipin og þar fiskeldið og þú veist botn hvað sem þetta allt saman heitir, ég nú ekki sérfræðingur og alveg upp á Egilsstöðum, aldrei mig í Saltansjó en en þar væru mörg og mikilvæg tækifæri fyrir VG að hafa áhrif og vinna að umhverfis- og náttúruvernd. Verða svo algjör vatnaskil til hins verra daginn sem að Katrín segir bless og stimplar sig út og reynir að verða forseti? Ég á erfitt með að meta og ég hef ekkert allar upplýsingar. Ég veit ekki hvað fór í gegnum huga Katrínar, ég veit ekki hvað hafði gengið á í samstarfi hennar og Bjarna og Sigurðar Inga. Ég hef ekki forsendur til að dæma hana. Það sem ég veit það að hún tekur þessa ákvörðun og Katrín Jakobsdóttir ekki manneskja sem að tekur bara einhverja ákvörðun af því að hún sé einhvern veginn góð hugmynd í mómentinu. Katrín þannig kona, hún greindasta manneskja sem ég hef hitt. Ég ætla bara að segja það. Og hún alltaf 15 leiki fram í tímann, sko. Og þess vegna held ég að hún hafi verið mjög farsæll leiðtogi ríkisstjórnar. En þetta niðurstaðan og hvort sem það af persónlegum ástæðum, hún var búin að vera gríðarlega lengi, hún var búin að vera frá því hún var unglingur að berjast í hreyfingunni, hún var búin að vera ráðherra frá því hún var kornung, hún var búin að fæða og ala sín börn inni bara í þessu ati. Ég alveg dauðþreytt eftir 3 ár, sko, þannig ég get alveg ímyndað mér hvernig hún og hennar nánustu voru orðin dálítið þreytt á þessu, sko, en ég gef mér ekki til því. En þetta niðurstaðan og mér fannst það erfitt persónlega, ég sá mjög eftir henni, en ég virti hennar ákvörðun og ég studdi hana sem forsetaframbjóðanda. Og að öðrum ólöstuðum þá held ég að Katrín hefði alla tíð skila því embætti af miklum sóma ef hún hefði hlotið það. En það verða einhver vatnaskil stemningslega minnst að kosti. Já, það verða það og það eru margir mjög reiðir og fólk var auðvitað búin að upplifa og það það sem hefur komið fram í máli margra bæði fyrrverandi ráðherra og annara að þarna var samstarfið komið í þrot. Já. Og að mínu mati þá fórum við á stað í einhverju algjörlegu þroti, sko. Já. En það gekk þetta tímabil, það gekk erfiðlega og það fór mikill tími í það að reyna að láta líta út af við. Að allt gengi vel og allt væri góðu en svo ég vísi nú aftur í bara nefndarstörf og annað að það hreyfðist ekki mikið. Nei. Við þegar við komum að heimildum lögreglu til að hlera fólk og rannsaka það án þess að það sé ásakað glæpi, þá það bara algjörlega ljóst að þessir 2 flokkar á fullkomlega öndverðu meiði og það ekki einhver miðja þar sem allir eru sáttir. Það verður aldrei öðruvísi heldur en allir verða ósáttir. Já. Og þarna hafið eitthvað svona limbo tímabil þar sem öll pólitísku umræða rauninni fer að ganga út á það að þessi verklíð til ríkisstjórn hún sé ósamstæð og þið haldið flokksþing eða hvað það kallast, þú bauðst þið fram annarkvort til formanns eða varaformanns, hvort var það? Já, það var nú alveg bara í lokin, það var bara síðasta haust. Ég bauð mig fram til varaformanns. Já. Og fullkomlega meðutum að ég ætti nú ekki mikinn
möguleika. Varstu svona bara að veifa einhverju flaggi? Já, ég var búin að gagnrýna það, bæði held ég opinberlega en ekki síst inn í hreyfingunni að mér þætti það algjörlega ótækt að bæði þau sem buðu sig fram, Svandís til formanns og sitjandi formaður sem var með mig til varaformanns, að þau dróu það bara mánuðum saman að lýsa því yfir. Það var sem óheiðarlegt. Og ég vissi af fólki inn í hreyfingunni og fólki sem var svona, eins og maður segir, að pissa utan í hreyfinguna sem að hafði eld í hjarta og áhuga en sagði bara heiðarlega, ég ætla þess að sjá til, ég er aldrei að fara að bjóða mig fram gegn sitjandi formann, ég er aldrei að fara að bjóða mig fram gegn, þú veist, það er rétt að ef að þessi býður sig fram, þá er hann rétti formann, þá ætla ég ekki að gera neitt. Og síðan býður sig bara enginn fram og mér fannst þetta vond ásýnd, mér fannst þetta óheppilegt fyrir hreyfingu sem að ber sér á brjóst fyrir að vera lýðræðisleg og í rauninni tók ég ákvörðun að bjóða mig fram. Bæði auðvitað hefði ég treyst mér í það hlutverk ef að svo hefði farið, en ég vissi nú að þetta væri mikil brekka að fara gegn sitjandi formanni og ætti í rauninni engan séns. En mér fannst bara, við getum ekki sitið fund og klappað upp eitthvað fólk sem að bara á einhver sæti. Og þú sagði þetta beinlínis var ekki einhverju ræður? Jú, ég gerði það og ég er opin og ég er heiðarleg. Ég er ekki alltaf vinsæl. Það er ekki allir sammála mér, hvort sem þeir eru í VG eða einhvers staðar annar staðar, að þá er fólki sem finnst ég vera óþægileg, finnst ég oft vera, ég veit ekki, dramatísk og kannski að búa til vesen þegar það þarf að gera vesen. En ég segi hlutina og ég geri það upp átt. Og ég spyrja það gerir þetta kerfi nánast ráð fyrir því að þú sért í klappstýru hópnum, að þú sért aldrei að gagnrýna neitt hvorki inn á viðni út á við? Já, og ég held að það gangi ákaflega vel að langmestu leyti innan flestra ef ekki allra flokka, en svo sjáum við líka bæði á hægri og vinstri væng, að þegar þú ert ekki besti vinur aðal, við notum það, ef að þú ert ekki í flokkseigenda línunni, þá verður núningur og úr því verða klofningsframboð, það verða, við sjáum það nú að fólk sem að situr nú í stólunum, að þetta fólk hefur sumt hvert komið úr öðrum flokkum og það er, held ég, en því miður held ég að ég verð að segja að þetta er miklu flóknara á vinstri vægnum. Og við horfum yfir sviði núna, við horfum á algjört hrunfylgis og við horfum á mjög mikið ósætti og núning. Ég held að sé engin núningur eða ósættin í VG núna, eða ég verð ekki vör við það, en þú veist, hvað er VG núna? Það er ekki á þingi, það hækkar ekki í skoðanakönnunum, rokkar kannski 0,1%, ég reyndar ekki alveg sé nýjustu tölur, en ég get ekki séð að það sé eitthvað comeback. Síðast þegar ég hafði sambandi Svandísi Svavarsdóttur og bað hann að koma í viðtal við mig, þá hann sagði á því engu, þannig að hún er ekkert að berjast eins og ljóninni að fara á móti kvölds eða að reyða sér braut í fjölmiðlum. Það er annað hvað var það Svandísi sem ég langar að spyrja þig, þegar VG ákveður taka ekki þátt í þessari starfstjórn á lokametrunum áðurinni kosið, þá einhvern veginn hvarf rödd VG bara alveg af sviðinu. Kannski var þetta í prinsipplegu tilliti rétt ákvörðun, en ég held að VG hafi, mín sýn er svo að VG einhvern veginn bara með því skrefi jók VG ekki líkurnar á viðunandi útkomu í næstu kosningum. Nei, mistökin liggja miklu fyrr og ég segi það held ég í þessu pistli, ég man nú reyndar ekkert hvað ég skrifaði í þessu pistli, en að því þú varst að spurja hvort það hafi orðið algjört rof þegar Katrín fór. Ef við gerum einhverja tímalínu, þá held ég núna, þó að ég hafi stutt þá minn formann og tekið þeim rökum sem á lögð voru á borð fyrir þingflokk og félaga,
þá held ég að það hafi verið mistök að fara í samstarfi Sjálfstæðisflokkin á síðara tímabili. Ég held að það þegar að Katrín fór þá stígur varaformaður upp og verður formaður og þá losnar ráðherra stóll. Ef að ég hefði einhverju ráðið sem ég gerði ekki, þá sá ég tækifæri í því. Við vorum í mjög vondri stöðu. Fylgið flysjaðist af okkur og við vorum að missa eina öflugustu kanónu stjórnmálanna á okkar öld frá okkur. Þó var ekki að fara úr kannski ekki hjartanu eitthvað að fara úr VG, þá var hún að stíga af sviðinu og eftir situr þingflokkur sem að er ekki vinsæll, er ekki með traust náttúruverndarhreyfingarinnar, ekki með traust margra sem höfðu mjög mikið stólað á. Við fórum öll inn í þetta samstarf með opin augun og ég er engin undantekning. Ég er ekki hér til að fegra mig, ég er hluti af vandamálinu. Ég sat þarna. Þarna lagði ég mikla áherslu á það við mína félaga. Við höfðum flott fólk í þingflokknum. Orri Páll, óbóðslega flottur náungi með mikla reynslu, hefur unnið inn í stjórnsýslunni, verið aðstofamaður ráðherra, hann hefur reynslu, hann hefur þekkingu. Við höfum Bjarna Jónsson sem er sérfræðingur og hefur unnið alla tíð í sjávarútvegi og landbúnaði. Auðvitað er hann mjög valið einstaklingur inn í ráðuneyti matvæla. Við höfum Bjarkey Olsen sem hefur af okkur lengsta og besta reynslu af þinginu. Við hinn fyrir utan Steinunni og svo ráðherrana erum að setjast í fyrsta sinn. Þannig að vissulega áttu við svo sem innviði en við vorum þarna komin í lífróðurinn. Hvað varðaði ásýnd, hvað varðaði fylgi, hvað varðaði málefni. Og ég ráðlagði af heilum hug að við myndum taka utanþings ráðherra, eitthvað sem væri mjög öflugur, jafnvel að reyna að fá mannesku sem væri sérfróð í þeim málefnum og bæði til þess að setja pressu inn í ráðuneytin til að berjast af hörku fyrir okkar stefnumálum þar, en eins til að fá ferska, nýja og heilbrigða ásýnd inn í andlitin okkar sem að voru orðin þreytt, sem voru orðin umræðan var neikvæð. Þetta er fólk sem stóð og stendur ennþá með sínu fólki. Og taka óeigingjarna ákvörðun. Sýna almenningi að erindið væri stærra heldur en þeir sem einstaklingar. Bara stefnan er númer 1. Ekki einstaklingarnir, ekki samstarfið, ekki stólarnir. Stefnan er númer 1. Við erum í ríkisstjórn, við erum með völd, við erum að missa forsætisráðuneytið, völd okkar munu dragast gríðarlega saman. Við þurfum ferskt, faglegt og ábyrgt andlit sem að vinnur að okkar stefnu. Og ég veit að ég verð sjálfsagt gagnrýndur, hver átti það að vera? Hver vildi koma inn í lok kjörtímabils fyrir... Varstu ekki með ákveðna kandidata í huga? Ég hafði ákveðin nöfn í huga en ég vil ekki nefna þau hér af því að svo voru bara aðrir flokkar fljótari til og sumt af því fólki er á þingi í dag en Var þetta cirka í júlí fyrra eftir forsetakosningarnar sem að þú kemur með þessa hugmynd, þessa tillögu? Ég man það nú ekki alveg. Ég fer að tala um það strax, og Katrín fer. Við verðum að boða til Við verðum að boða til auka landsfundar. Við verðum að halda fund strax. Það var líka annað sem að ég ráðlagði af heilum hug. Hefurðu sagt frá þessu áður? Ég veit það ekki. Opinberlega? Ég held ekki. Að þetta hafi verið tillagaðinn?
En var hún kolfelld? Fékk hún engan stuðning? Hún fékk engan stuðning, nei. Og ég spurði líka ítrekað, af hverju eru við ekki að boða til fundar strax? Já. Fylgið hrynur hratt. Já. Og eitt af þeim svörum sem ég fékk innan hreyfingunum var, já, við þurfum bara tíma, við þurfum að fara yfir okkar stefnu, eitthvað svona. Og ég sagði bara mjög heiðarlega, og það er bara mín skoðun, og fólk þarf ekki að vera sammála henni, það er ekkert að stefnu VG. Nei. Það er eitthvað að okkur sem eigum að framfylgja henni. Og fylgið mun ekki rísa, fylgið mun ekki hætta að hrynja, meðan að fólk veit ekki hver ætlar að sitja í brúnni. Nei. Mummi er núna formaður, ætlar hann að bjóða sig áfram til formans, fólk veit það ekki, fólk er ekki tilbúið að segja, ég ætla að styðja VG, ég ætla að kjósa VG í næstu kosningum, þegar það veit ekki hverjir verða þar áfram. Þess vegna lagði ég mikla áherslu á það að við myndum funda strax, en það var ekki gert, það var beðið mjög lengi og enginn bauð sig fram í neina embætti fyrir en bara rétt fyrir þennan fund, sko. Get ég ályktað út frá því sem þú hefur sagt að þú berir ekki fullkomið traust til Svandísar sem formanns VG í dag? Er hún ekki réttamanneskjan til að leiða VG aftur til? Já, ég segi það í þessum pistli, það mann ég, að það er erfitt að gagnrýna fólk sem að maður hefur ekki bara unnið, náið með árum saman, heldur á líka vina tengsli við. Mér þykir innilega vænt allt mitt samstarfsfólk í VG, alveg frá grassrót og skrifstofu og ráðherrum og hvað sem það er. Ég held ekki að Svandís hafi verið réttur kostur. Ég hafði þá skoðun fyrst og ég hringdi í Svandísi daginn sem að Katrín tilkynnti sitt brotthvarf og einlæglega og heiðarlega sagði Svandís, þú ert okkar næsti formaður og ég meinti það. Já. En síðan bara gerast hlutir, alls konar hlutir, erfiðir hlutir, flóknir hlutir og í mínu tilfelli það sem að fékk mig til að skipta skoðun var í fyrsta lagi, öðru lagi og þriðja lagi frumvarp lagareldi sem að 3 ráðherrar VG komu að og að mínum mati var þetta vont frumvarp, sérfræðingar ráðuneytanna sem koma innan úr FSS eða hvað það heita, já, FSS, hann var nú áður í þá eitthvað annað, LIU eða eitthvað. Inn í ráðuneytunum er ekki vont fólk. Þetta er ekki vondar manneskjur og það var mikil umræða það og ég veit að einn af okkar ráðherrum skrifaði einhverja grein það hvað starfsfólk ráðuneyta ætti erfitt uppdráttar og eitthvað slíkt. Þetta snýst ekki það. Það snýst ekki það að Jón eða Gunna þannig í lögfræðideildinni eða á kafstofunni séu vondar manneskjur. Þetta snýst það að það er verið að fylgja eftir stefnu af fólki sem að langflestu leyti er ráðið inn af þessum valdaöflum sem er ástæða þess að við erum í þeirri stöðu sem við erum í að við lítum til þessa frumvarp sem nú er til umræðu stórútgerðin og annað. Ég treysti ekki að stefnu VG væri fylgt eftir að röddum náttúruverndar sinna, að röddum seiðfirðinga sem að berjast fyrir lífi sínu til að vernda fjörðin sinn. Ég trúi því ekki að þó að það væri hver upphæðin á hvert sloppin lax að það skipti máli fyrir fyrirtæki út í Noregi sem greiða sér milljarða út. Hvaða máli skiptir það fyrir þá þó þið borgi einhverja, auðvitað munu þið mótmæla því. Þetta er hræðilegt, við erum að greiða rosa mikið. Það sem að þarf að gerast er að fyrirtæki alveg eins og ef þú ert að reka akstursþjónustu og það kemur í ljós að bílstjórinn er fullur og próflaus, þá fær hann ekki dagsettir og heldur áfram að keyra. Þú veist, það er galin hugmyndafræði. Þannig að, já, nú er ég komin hérna inn í fiskeldið og þá missi ég náttúrulega alveg kúlið og verð mjög æst. En það var ótrúlega sársaukafullt ferli frá því þetta frumvarp var lagt fram og ég held það innst inni að þar misti ég minn trúverðuleika og ég misti
traust minna félaga. Já, einmitt. Því ég var alveg skýr frá degi 1, ég mun aldrei styðja þetta frumvarp óbreytt. Ég grátbað að þau myndu kalla það aftur inn í ráðuneytið og vinna það betur, vinna betur út frá okkar stefnu í samráði við náttúruverndarsinna, laxveiðimenn og þá sem að voru þarna að berjast hæl og hnakka. Og ég meiri sér að sagði það mun resta með því að vondi sjálfstæðisflokkurinn mun bjarga náttúruverndarhreyfingunni frá vonda frumvarpi Vinstri grænna. Og það var raunin. Einmitt. Öðruvísi sem að náðu brá. En svo eru þetta aðrir sem að sjá þetta allt öðruvísi. Þetta er bara mín En upplifur það hjá Svandísi þegar þú í rauninni gerðir hennan rebúl innan frá upplifur þá eftir það að þú væri komin út í kuldan? Já, ég gerði það og ekkert bara frá Svandísi, heldur bara frá svona þessari, hvað ég var að kalla það, flokkseiganda elitunni, skilurðu? Er það sem þú átt við þá nefnir orðið spilling? Já, ég held það. Og að því að við vorum nú að tala þetta framboð mitt til varaformans, að það kom mér gríðarlega óvart hversu langt var gengið í því að vinna gegn mér sem átti aldrei séns. Það var svo mikill óþarfi, sko. Þau áttu salin, þau eiga hreyfinguna, skilur. Var þetta eins og að fara með fallbyssu með svona víður hlaupi upp að höfðinu á kólibrífugli og kveikja í púðrinu? Sjálfsagt, ég veit það ekki. Ég veit að ég á hellingsstuðning. Ég á mikið bakland í hreyfingunni. Ég á mjög góða félaga sem eru í raun ástæða þess að ég fer í framboð upphaflega bara til sveitarstjórnar og það er sama fólk innan hreyfingarinnar sem að hvetur mig til að bjóða mig fram til þings og hefur alla tíð staðið mjög þétt að baki mér og fólk sem að deilir mínum skoðunum, fólk sem að er ekki til í að gefa afslátt af sínum grunngildum til þess að halda einhverju ríkisstjórn saman sem að allir og sérstaklega kjósendur til landsins eru búin að sjá að tíminn er liðinn, þú veist. Við erum ekki að berjast fyrir neinu, sko. Þannig að valdsækni þeirra sem voru þarna framalega á fæti, að hún hafi í rauninni að einhverju leyti gert út af við Ég ætla að fá að segja það því þú spyrð Svandísi, sérstaklega. Þá ætla ég að segja hér og nú að því ég hef nú mært Katrínu mikið í þessu viðtali og held mikið upp á hana. Við Katrín tókumst á. Við Katrín erum ekki mjög samtaka í pólitík. Að mínum að þetta er Katrín hægri sinnaðri en ég. Ég er lengra til vinstri og við höfum ólíkar skoðanir og ólíka sýn á ákveðnum hlutum og ákveðnum málum sem að voru til meðferðar og við tókumst á. Ég miklu nær Svandísi Svavarsdóttur í pólitík og það er áhugavert. Og ég ætla að segja það að Svandís er ein af stóru númerunum í íslenskri pólitík núna áratuga skeið og hún auðvitað byrjar og er í borginni og hún er svona reffilegur stjórnmálamaður og ég hef oft setið það sem að Svandís fer með eldræður og ég tengi við hvert einasta orð og bara stjörnur í augunum. Með stjörnur í augunum af því að Svandís er auðvitað virkilega flott stjórnmálakona. En ég hef bara ekki sömu trú á Svandísi sem formanni og ég hafði á Katrínu. Og ég held að Og hefur hún alltaf brugðist verfið þinn í gagnrýni heldur en Katrín? Nei, alls ekki. Katrín gat orðið alveg brjáluð, sko. Já, hún gat ekki orðið það. Það var ekki það. En Katrín er kannski bara klókari í samskiptum. Katrín var í mjög góðum og öflugum samskiptum við nánast alla. Hvort sem það voru hennar andstæðingar, hennar félagar. Katrín þekkir börn félaga einhvers staðar norður í landi með nafni
Já. Skilurðu, og Katrín tekur símtölun og hún mætir og svarar og það mikilvægt. Kannski var það samt enni að falli sko þegar hún sagði að hérna, það væri leitun að manni sem væri eins gott að vinna með eins og Bjarna Benediktsson. Já, en svo það nú líka eitt. Ég ekki í aðal hatursflokki Bjarna Ben. Nei, svo voru það líka bara sjálfstæðismenn sem báru uppi hann á kosningabaráttu. Þegar ég fór norður til Akureyrar þá bara Kristján Þór Júlíusson. Að grilla pilsur og allt í standi. Já, hann tók á móti stuðningsfólki. Talandi óheppilegt. Já, það hefur margt verið óheppilegt. En svo ég ljúki þessu með Svandís. Ég held að Svandís hafi átt gríðarlegt erindi, hún hefur haft gríðarlega áhrif til hins betra, bæði innan hreyfingarinnar, VG, hún var auðvitað og mjög náin eða vinkona Katrínar og ég veit að þær áttu mjög gott samstarf og allt þetta hluti af einhverri vegferð og heild þar sem að miklum árangri var náð, en ég held að þessi tími sé liðinn. Og ég vona að ég særi ekki Svandísi með því að segja það. Ég held bara að það sé ekki, ég held að sé ekki eftirspurn. Nei. Ég held að sé ekki eftirspurn eftir henni, ég held að sé ekki eftirspurn eftir mumma, ég held að sé engin eftirspurn eftir Árna Þór, Steingrímur, sko, já, þetta allt gott fólk. Steingrímur Sigfússon ástæða þess að ég verð flokksbundin í VG. Það í kringur hrunið sem hann heldur einhverja eldræðu suður-amerískan raunveruleika sem svo mikið rugl og eitthvað og ég bara, hann talaði svo gjörsamlega inn í mitt hjarta og Steingrímur J yndislegu maður. Það fátt skemmtilegra en að fara í kosninga ferðalög og stoppa á hverjum bæ þar sem að hann hefur farið á hrútasýningar með öllum bændum. Það ótrúlega skemmtilegt og ég betri manneskja eftir að hafa unnið með öllu þessu fólki. En ég verð bara að vera heiðarleg og af samtölum mínum við fólk út allt land og hér í Reykjavík og úr öllum stéttum og öllum stöðum, það ekkert meiri eftirspurn eftir Steingrími heldur en Davíð eða einhverjum þessum köllur sem voru flottir og voru einhverjar kanónur síns tíma. Horfið á unga fólkið, horfið á samskiptin, horfið á samfélagsmiðlana, horfið á kröfur unglinga fyrir hvað standa þau. Ég veit að allt þetta fólk á fullu að reyna að halda í við. Ég móðir 4 barna frá aldrinum rúmlega 30 niður í 8 ára. Ég skil ekki helmingin af samskiptunum sem þau eiga á þessum miðlum og ég nú ekkert á grafabakkanum. En ég held bara að við sem að erum búin að vera þarna og þar kemur nú kannski stærsta gagnrýni mín á forystu VG undanfarna ára. Og það hef ég sagt opinskátt við þau að mér finnst í orðunum hver á að taka við, hver getur orðið formaður, hver á að fara í stjórn ef að þess og þess ekki sko. Þetta finnst mér lýsa yfirgengilegum hroka, alveg yfirgengilegum hroka að halda það að við einhverjir mannapar sem á einhverju tímabili situm í einhverju pínulitlu landi í einhverjum pínulitlum stólum og erum sandkorn í samhengi heimsins og aldana séum þess bær að gera eitthvað að gagni. Það finnst mér hrokafullt og ég tek ekki undir það sko. Þannig að ég hefði óskað eftir því að við hefðum haldið strax aukalandsfund. Fólk hefði haft tækifæri til að kynna sig og sín málefni. Við myndum skipta fólk í brúnni að því að ég veit það og það hefur verið sagt um mig, þú getur ekki sagt að Svandís sé eitthvað alveg búin á því, hún búin að vera í örfáa mánuði. Ég vissulega hún búin að vera formaður í örfáa mánuði en hún búin að vera gríðarlega lengi við völd og hún kemur af kynslóðum. Það bara einhver Einar Olgeirsson og Svavar Gesson og Svandís Svavars og þú veist, og það líka þetta. Við megum ekki verða innbrýt í okkar pólitík. Það hefur líka vond áhrif á framgang okkar stefnu. Við þurfum ferskt blóð, við þurfum
ólíkt fólk. Við þurfum ekki gagnrýnislaust að einhver sé að segja okkur, jú, þú ert víst flott, þú ert víst að gera allt rétt og allir þarna sem að hafa farið úr fylgi sem var skyrocking niður í 3%, þau hafa öll rangt fyrir sér og allir sem eru búin að segja sig úr hreyfingunni eru bara ómögulegt fólk sem er bara gott að þau fóra, þau eru eitthvað sem er svo leiðileg. Þú veist, ég held að VG eigi ekki framtíð í því umhverfi. Nei. Þú hefur náða að samfara með það. En þakka þér kærlega, Hjördís, fyrir að koma og svona skýra aðeins betur hvað lá að baki þinnar hugsunar sem birtist í yfirlýsingunum daginn. Ég veit allavega að finnst mér miklu meira þinn hug og ég vona það sé eins með hlustendur og áhorfendur og kannski fæði hérna síðar að rauðaborðinu. Það er margar spurningar sem er gaman að geta borið upp við fyrrum alþingis fólk. Alltaf gaman að ræða pólitíkina. Já, ein til dæmis hvort sósíalistar og VG ættu að halla sér undir sömu reglíf. Já, ég hef verið mikið spurð að því að ég hafi hætt í VG að því ég ætlaði að ganga til liðs við sósíalista. Það er ekki svo. Nei. Og ég segi það mjög skýrt í minni þessu erindi að hugur minn slær með stefnu VG. Ég hef bara ekki trú á verkefninu eins og það lítur út í dag. Einmitt. Nú svo þegar þið hafa lokið þingstörfum þá kannski getum við aðeins tekið út vinnustöðamenningu núna síðustu viku í öðru spjalli. Þannig ég vona að við hér á samstöðinu höldum áfram að geta gengið í þína reynslu og hugsjónir og hreinskilni og þakka þér fyrir að koma og takk fyrir hugrekki og takk fyrir að þora að segja það sem þér í brjósti býr. Já, takk fyrir að bjóða mér. Og ekki fara langt, kæru hlustendur og áhorfendur, við höldum áfram hér við rauðaborðið eftir andartak. Bókvistun býður upp á alhliða bókhaldsþjónustu fyrir einstaklinga og fyrirtæki. Við byggjum á reynslu, faglegum og traustum vinnubrögðum. Bókvistun, alhliða bókhaldsþjónusta, Bæjarhrauni 2, Hafnarfirði.